Góðan daginn, nú erum við að horfa á alveg nýja útgáfu á Fócal viðvörunni. Eins og þið sjáu hér að þá er ég stödd á Kristínu Björnsdóttur og fæ hérna allar upplýsingar hana, símanúmer, myndafinni og hvernig dagurinn hennar er og hvenær hún er laus og hvenær ekki laus. Nú þá get ég skoðað eftir deildum og ég get skoðað eftir stöðu, hvort að viðkomandi er mættur eða upptekinn og svo framvegis. Ég get skoðað daginn í dag eftir nafnaröð og hérna er ég að skoða Kristínu og hvernig hennar dagur er. Síðan höfum við möguleika náttúrulega með að stempla inn og stempla út sem við getum líka í dag gert í gegnum netið eða í gegnum síman okkar. Nú hér eru síðan aðgerðir, stempla inn, komið tilbaka eða er við ef ég skreppi frá. Hér eru mismunandi tegundar af fjarveru, stempla út, skreppa frá, upptekin, leyfi, veikindi. Hér get ég skráð inn í dagbókina en að sjálfsögðu þá komu upplýsingar úr dagbókinni líka inn í viðvöruna. Nú síðan er þetta að senda skilaboð í tölvupósti með öðrum hætti og síðan get ég verið stödd hér og ákveðið að tala við Kristínu ef að Kristín er í same time, þannig að það er same time tenging. Nú ég vil leggja áherslu á það að við getum líka farið og skoðað alveg næstu daga hvernig þeir liggja með því að smella hér á dagbókarkerfið en yfirleitt að þá erum við bara að horfa á daginn í dag og við erum að horfa á mismunandi starfsmenn og hvernig þeirra dagur liggur í detail. Og allar þessar upplýsingar er líka hægt að skoða í gegnum vef, í gegnum netið en aðgerðirnar sem hægt er að gera í gegnum netið eða í gegnum síman er að stempla inn eða stempla út.